Komið þið sæl og velkomin í Kvöldmóla, fyrsta þátt af vonandi nokkrum. Okkur hjá Kvikmyndafélagi Borgarfjarðar hefur lengi dreymt að komast í myndver og þegar sett var á samgöngubann nú á dögunum, settum við allt á full og það var Kaupfélag Borgfirðinga sem svaraði kallinu, kunnuðum bestu þakkir fyrir og þar með sannast til fornkveðna, ef þú farið ekki á Kaupfélaginu, þá var það ekki til, ef þú þarft það ekki. Auðvitað höfum við metnað til þess að vera með beina útsendingu en í ljósi aðstæðna treystum við okkur ekki til að koma hingað inn með fólk við halda 2 metra fjarlægð, kortersreglunni og öllu því og einnig sjáum við að ekki verður boðið upp á smink eða hárgreiðslu í kvöld, það er ástæða fyrir því líka. En við höfum fengið til okkar sérst marga góða gesti og þetta er allt fólk sem á það sameiginlegt að starfa í heilbrigðis- og sóttvarnargeiranum, það er fólki sem er að passa upp á okkur hin þessa dagana. Fyrsti gestur okkar er Linda Kristjánsdóttir og hún ber titilinn yfirlæknir HVF í Borgarnesi. Hún er svæðislæknir sóttvarna á Vesturlandi einnig. Linda kom í settið í gær og við ætlum að kíkja á það. Svo verða nokkur tónlistrættir líka. Við vorum á angurværunótunum, fá okkur upplýsingar. Ég vona að njótið, gjörðu þið svo vel. Velkomin Linda í settið til okkar. Takk. Takk fyrir að gefa þér smá tíma til þess að tala við okkur. Ég veit að það er nóg að gera hjá þér og þínu fólki. Okkur langar svolítið að fara yfir svona fyrir okkur sem að fylgjumst bara með tölfræðilegum upplýsingum dagstaglega, fáum fullt af upplýsingum yfir okkur sem eru frábærar, en bara svona praktískt, hvað að vera í einangrun, hvað þýðir það að lenda í einangrun og hverjir farið svoleiðis? Sko, einangrun er hugsuð fyrir þá sem eru með staðfest smit, COVID-19 smit. Og einangrun er hugsuð þannig að þá erum við í rauninni að halda einstaklingnum frá öllum öðrum til þess að koma í veg fyrir að hann smiti. Því að við vitum að fólk er smitandi þegar það er með einkenni og fólk er líka smitandi daginn áður en að fara einkenni. Og við reynum að setja fólk eins snemma og við getum í einangrun og þá má það ekki fara út úr því híbýli sem það er í nema beint í bíl og í bíltúr og tilbaka. Það má ekki fara í göngutúr eða neitt svoleiðis. Einangrun hefur verið pínu misskilningur einhvern veginn að fólk heldur að það geti verið í einangrun á meðan að hinir á heimilinu séu í sóttkví en þau séu öll samt einhvern veginn saman. Það virkar ekki. Þannig ef að fólk ákveður að vera saman og allt í sama húsnæðinu, nota sömu glös og disk og klósett og allt svoleiðis, þá eru rauninni allir bara í þessari einangrun og þá má í rauninni enginn fara út af heimilinu. Og það er einangrun. Það er einangrun. Sóttkví er annað. Sóttkví er hugsað fyrir þá sem eru eða hafa verið útsettir fyrir smiti og þá þýðir að þeir hafa umgengist einhvern sem er smitaður daginn áður en hann fékk einkenni eða dagana eftir að hann fékk einkenni og þá er rætt að þú þurfur að hafa verið sko innan við 2 metra í nánd við þann einstakling í meira en svona 10-15 mínútur til þess að það teljist sem mögulegt smitt. Allir þeir einstaklingar sem hafa verið útsettir þannig eru settir í sóttkví. Sóttkví þýðir að við erum svona að lágmarka snertingu við umheiminn. Þú mátt fara út í göngutúr, þú mátt fara í bíltúr, en þú mátt ekki vera að taka í hendurnar á öðru fólki, fara í búðina eða eitthvað svoleiðis. Og það geta margir verið í sóttkví á sama heimili og það er meiri sér hægt á sumum heimilum að kannski 2 eða 3 séu í sóttkví og 2 séu það ekki ef það er hægt að skipta heimilinu svolítið upp. Þannig að fólki í rauninni er ekkert að snertast eða koma nálægt hvort öðru, en þá verði alltaf að vera 2 salerni eða 3 salerni eftir hverja ferð. Það gildir ekki einangrun, þetta gildir sóttkví. Þetta gildir sóttkví. Og sóttkví var líka fyrir þá sem komu erlendis frá, af því þá er bara að hugsa þannig að þú hafir orðið útsettur í flugvélinni eða í landinu sem þú varst í og þess vegna ferðu beint í sóttkví þegar þú kemur heim. En þannig að ef ég hef verið innan fólk sem er sett í sóttkví, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur. Nei, þá hefur þú ekki verið útsettur beinlínis fyrir smitin. Nei. Það er ekki þannig. Það er gott að vita. En ef mig grunar einhverjum öðrum ástæðum, til dæmis að ég sé smitaður, hvað væri það þá sem að ég ætti að fylgjast með og hvert ætti ég að leita ef ég teldi að ég hefði lent í því? Sko, númer 1, 2 og 3, ef þú heldur að hafa verið útsettur fyrir smita af því að þú hreinlega veist, þú varst í návíi eitthvað sem er smitandi, þá er það mikið atriði að segja frá því þegar þú hefur samband við þá 1700 eða heilsugæsluna þína. En einkenni sem við höfum verið að horfa á eru svona þessi helstu einkenni veirunar sem er í 97-98% tilvika hiti, hár hiti,
en það eru líka þessi miklu beinverkir og þessi þurri hósti, sumir fá sér hálsærindi eða sviðatilfinning í hálsin og það hefur líka verið að aukast að fólk sé með svona einkenni frá meltingavegi, niðurgangur eða ógleði, jafnvel uppköst. En við höfum verið svolítið svona í klípu í rauninni út af þessu pinnamáli að við þurfum að taka strók hjá þeim sem okkur grunar að séu smitaðir og þegar það var takmarkað framboð á þessum sýnapinnum að þá setur sóttvarnalæknir í rauninni okkur bara stólinn fyrir dyrnar og segir þið takið bara úr þeim sem uppfylla þessi 3 skilyrði sem eru beinverkir, þurr hósti og hiti við 38,5 nema það sé aukin áhætta fyrir einstaklingin. Hann hafi verið hreinlega bara við hliðina á einhverjum sem smitaður eitthvað þannig. Þannig að sýnatökurnar í okkur hafa miðað svolítið bara við þetta, þú uppfyllir allir þessi skilyrði. Núna þegar það er búið að útvega 22-3.000 pinna, bara svona á einum degi, að þá vona ég að sóttvarnalæknir lækki þessar kröfur og leyfa okkur að taka úr fleirum, því að það virðist vera sem að það hafi ekkert öll þessi einkenni til staðar á sama tíma. Við erum alveg með einstaklingar sem að, þeir fengu háan hita, einn dag kannski, eða voru aðalega bara með hálsærindi en eru samt með staðfest smitt. Þannig að í draumaheiminum gætum við tekið bara úr öllum sem eru með einhver einkenni. En þið takið þá ekki strókur úr fólki sem í sóttkví? Það er látið nægja að setja fólki í sóttkví? Ekki ef þau eru ekki með nein einkenni. Því að það hefur sýnt sig ef þú ert með einstakling sem er ekki með nein einkenni og þú tekur af honum strók og það er neikvætt, það þýðir samt ekki það að á morgun geta hann ekki orðið veikur. Þannig að þá nærði ekki að nappa þá sem eru veikir í rauninni. Og þú spurðir á hvað þetta gera ef þú heldur að þú værir með smitið. Þá eru þessar leiðir það er að tala við 1700 og þeir vísa alltaf bara á heilsugæsluna en ef þetta er eftir lokuna þá gefa þeir auðvitað vaktlækni á svæðinu eða hringja bara á heilsugæsluna að dagtíma og fá samband við vakthjúkrunarfræðing sem að þá metur hvort að þú uppfyllir skilyrði fyrir sýnatöku. Við reynum að hafa sýnatökurnar allar á sama tíma dagsins sem er fyrir hádegi á virkum dögum því að við þurfum að koma sýnunum öllum til Reykjavíkur og á veirudeildina. Þannig að ferlið er þannig að ef þú ert boðaður í sýnatöku þá kemuru helst bara á bílnum þínum á heilsugæslunni í Borgarnesi og það er bakvið eins og maður segir. Við erum að nýta gamla bílskurinn í heilsugæslunni sem skoðunarstað fyrir þá sem að gætu hugsanlega verið smitaðir. Þannig að annarkvort förum við út í bílana og tökum sýnin þar eða ef að fólki bara það veikt að við þurfum að skoða þau þá fáum við þau inn í þennan gamla bílskur sem við erum búin að útbúa sem skoðunarstað. Og fyrir þessa sýnatökur þá þurfum við náttúrulega að fara í allan hlífðarbúnað og við skiptum hanska á svona milli sýnatöku, milli einstaklinga. Og ástæðan fyrir við notum þennan gamla bílskur er svo að loftræstikerfið þar tengist ekki heilsugæslunni og þarna erum við ekki með neitt samgang við neitt annan stað á stöðinni. Og þeir sem eru í þessum sýnatökum, þeir eru ekki að sinna einhverjum þann daginn sem er í viðkvæmum hópum, eins og ungbarnavernd eða eldri borgurum eða eitthvað svoleiðis. Og við höfum svolítið á stöðinni verið að reyna að skipta okkur í hóp eins og aðrir vinnustafar hafa verið að reyna að gera. Það er svolítið flókið því við erum ekki það mörg og með mjög mörg verkefni en okkur er að takast það svona nokkurn veginn. Þannig að við læknarnir sem erum svona aðal, þess föstu læknarnir á stöðinni, við vinnum aldrei á sama tíma á heilsugæslunni, heldur er alltaf önnur okkar að vinna heima og hin á stöðinni. Við erum að reyna að skipta hjúkrunarfræðingunum eins, að sumar þeir að vinna heima og taki símtöl og svoleiðis og meðan aðrar er á stöðinni. Og sjúkraliðarnir reynum við að halda bara í heimahjúkrun hjá viðkvæmum hópum en ekki inn á stöðinni. Þannig að þetta er svona pínu flækjustig þarna en við reynum að halda viðkvæmu hópunum okkar svolítið svona venduðum frá í rauninni okkur og svo okkur venduðum frá í rauninni almenningi. Já, það er einmitt að þið þurfa að halda þessu, þið eru útsett fyrir því, þið eru náttúrulega þarna að koma smitaðar einstaklingar svo þið eru sérstaklega mikið að hættu. Já. Það er gott að heyra þetta, gott að heyra að þetta er allt í traustum höndum. Kannski eitt að lokum fyrir okkur sem að eigum börn, það má senda börn í skólan, það er búið að gera ráðstafanir með það. Á maður að senda börn í skólan eða hvernig á maður að haga sér ef maður er hræddur? Sko, þetta með börnin er þannig að það er, þau virðast síður fá veiruna, þau virðast síður veikjast alvarlega. En auðvitað þeir sem eiga börn sem eru með langvinna sjúkdóma eða eru klárlega ónæmisspæld eða með alvarlega meðfædda hjart- og lungnagalla sem eru virkilega útsett fyrir því að verða mikið veik,
þau börnin náttúrulega eru foreldrar mjög mikið bara búin að taka úr skólanum og síðast í dag var verið að mæla með því að þú veist, þeir sem að eiga langveik börn að þeir hafi þau heima og það er eiginlega búið að vera leiðbina þessu fólki með það svolítið áður en þessi tilmæli komi núna. Já. En hraustir krakkar í litlum hópum þar sem hægt að halda þeim svolítið aðskildum, þá held ég þetta sé nú bara gott fyrir geðið bæði hjá þeim og foreldrunum að komast aðeins að gera eitthvað annað en bara vera í sjónvarpinu og tölvunni og eitthvað. Ég held að sé ágætt sko. En þau eru yndislega en þau eru kannski ekki jafn yndislega 24 streitt. Ég er búin að hitta rosalega mikið fólki núna sem elskar kennara. Já, ég er í þeim hóp. Já. Heyrðu, þakka að kærlega fyrir, við bara biðum fyrir bestu kveðju á þitt fólk. Takk fyrir það. Og gangi ykkur vel, áfram gakk. Og takk fyrir þetta. Já, bless. Vertu hjá mér Dísa meðan kvöldsins klukkur hringja og kaldir stormar næða skó og eyði sand. Þá skal ég okkur bæði yfir djúpið dökka syngja heim í dalinn þar sem ég ætla byggja og nema land. Kysstu mig, þú þekkir dalinn Dísa, þar sem dvergar bú í steinum og vofur læðast ljótt og hörpusláttur berst yfir hjarn og bláa ísar og huldufólkið dansar stjörnubjarta nótt. Og meðan blómin anga og sorgir okkar sofa sælt að vera fátækur, elsku Dísa mín, og byggja sér í lyngholti lítinn dalakofa við lindina sem minnir á bláu augun þín. Ég elska þig og dalinn Dísa og dalurinn og fjöllin og blómin elska þig. Í norðri brenna stjörnur sem veginn okkur vísa og vorið kemur bráðum. Dísa, kysstu mig. Dísa, kysstu mig. Takk fyrir þetta kærlega. Það var Sigþóra Óðinn sem flutti lagið Dalakofan og kunnum við henni mestu og bestu þakkir fyrir. En það er komið að næsta gesti í setti hjá mér. Það er Björn Bjarki Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Brákarhlíðar. Velkomin. Kæra þakkir. Herru, þú stendur í broddi fylkingar starfsfólks Brákarhlíðar sem að þið hafið það hlutverk að passa okkar viðkvæmasta fólk þessa mundir.
Hvernig hefur þetta verkefni gengið? Þetta hefur gengið framar vonum og ég stend ekkert í fararbroddi. Ég með frábært fólk og vinn með frábæri fólki sem á vaktinni 24 tíma sólarhring, 365 daga á ári. Þannig að og við erum sterk liðsheild, öll sem eitt, þegar við snúum bökum saman eins og við höfum ætíð gert. En verkefni sem við stöndum í núna náttúrulega mjög sérstakt að fyrir 3 vikum, sléttum núna, þegar það sem við hittumst núna föstudags eftirmiðdegi, að það eru 3 vikur í dag síðan við settum á algert heimsóknarbann á heimilið. Við læstum bara út í hurðunum klukkan rúmlega 6 föstudaginn 7. mars, þannig að algjörlega fordæmalaus ákvörðun. Þetta ekki gerst í nærri 50 ára sögu Brákarhlíðar, þannig að ákvörðun var stór og án alls aðdraganda, gagnvart til að mynda aðstændum og ástöðunum okkar fólks. En við höfum mætt miklum og góðum skilningi, bæði heimilismanna og aðstæðenda, og starfsmannahópurinn hefur staðið saman sem einn í þessu sérstaka verkefni, vil ég kalla það. Og þú segir það vaktir það er búið að breyta vöktnum til þess að mæta þessu. Hefur eitthvað breyst hjá starfsmönnum? Þurfa að taka sérstakt tillit til þess hvar þeir starfa? Í rauninni, já. Núna við höfum verið með stig vaxandi aðgerðir síðan fyrir þessum 3 vikum síðan og breytt ansi mörgu í okkar verklagi. Og auðvitað snertir það starfsmenn, beint og óbeint, að núna eftir síðustu helgi að þá í rauninni skiptum við starfsmannahópnum upp í fylkingar. Þannig að við erum ekki nálægt í öll að hittast alla jafna. Þannig að við erum með ákveðna starfsmenn sem vinna í rauninni bara þá saman, bæði í alhynningunni, í vinnustofunni, í eldhúsinu, í ræstingunni. Þannig að við erum að skipta þessu niður á milli okkar og sum okkar getum unnið heima þá á móti hvort öðru. Þannig að það urðu miklar breytingar núna og að hafa náttúrulega verið þessar síðustu 3 vikur svona stigvaxandi aðgerðir, þannig og í rauninni allt verklega líka, hvar við erum að sinna til dæmis iðjunni og vinnustofunni og annars líkt. Þannig að það ansi mikla breytingar sem hafa orðið á okkar verklagi. Og þú segir það náttúrulega búið að þið lokuðu bara hurðinni og það er ekki hægt að heimsækja lengur gömlu. Ég var allavega hefur verið við það undanfarið að ég eyði meiri tímum á samfélagsmiðlum og í síma heldur en ég hef gert nokkuð tíman. Hvernig er heimilisfólki á Brákarhlíð? Er það tæknivætt? Er það að nýta sér þetta? Það er ansi misjafnt að sjálfsögðu, en flestir eru nú með síma og eru með sjónvarp. Það er reyndar verst með sjónvarpi að það er svo yfirfullt af einhverju fréttum af COVID út í eitt, þannig að það er hefur kannski vantað aðeins upp á skemmtilegri hluta afþreyingarinnar. Reyndar fyrir en núna búið síðgast þegar sjónvarpsstöðvarnar hafa verið að sjónvarpa tónleikum og öðru slíku. En síðan vorum við svo lánsum bara síðast í fyrradag að við höfum svo öflug kvenfélag í kringum okkur að kvenfélag Hálsasveitar hringdu í mig fyrir 3 dögum síðan og það var í rauninni algjörlega formálalaust að þær bara tilkynntu mér það að þær ætluðu að gefa okkur 3 iPada og komum með þá í gær. Þannig að það var verið að setja þá upp í dag, þannig helgina ættum við að geta farið að annarkvort Skype eða fara á FaceTime og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að við erum búin að koma okkur upp nokkrum netföngum og Facebook aðgöngum í þessum iPodum, þannig að Brákarhlíð hefur tekið algera sveiflu fram á við í allri tæknivæðingu varðandi svona þessa samskipta möguleika. Já, það var að kynna sér Snapchat og Tinder. Já, allavega eitthvað af því, það er alveg á hreinu. Já. En félagsstarfi, hefur félagsstarf haldið áfram, ég var að veltaði fyrir mig hvernig með samskipti heimilisfólk sín á milli? Já, við höfum líka svolítið verið að þrengja þeirri svona afþreyingunni innanhús hvað það varðar að við erum svona að reyna að draga aðeins úr samgangi á milli heimila. Nú er Brákarhlíð þannig samansett að við erum með 54 heimilismenn og það eru 5 smærri heimil þar sem hver og einn býr á í rauninni heimilismaður og þar sem hann matast og á sitt herbyggi og sinn íveru stað. Þannig við erum svona aðeins verið að reyna að takmarka samgang á milli heimila eins og það er hægt og þar með líka þá svona beint afþreyingunni og vinnustofinni að ákveðnu heimili þá hvern dag fyrir sig og auðvitað er náttúrulega þrifið mjög rækilega og annars líkt, þannig að 7-9-13 við erum laus við smitt algjörlega innan heimilisins og líka meðal starfsmanna enn sem komið er. En auðvitað nálgast þetta okkur hratt, finnst manni, en það hafa nokkri starfsmenn farið í sóttkví, en í rauninni bara meðan að var verið að ganga úr skuggum það að þeirra ættingeri ástunir væru annarkvæmt smittaðir eða ekki smittaðir. Já. Þannig að það styttist því
að sumir komi úr sóttkví, þannig að eins og segir 7-9-13 það verður engin smitast enn. Nei. Ég sá að þið fengur skemmtilega heimsókn í dag, við litum við og við erum með nokkra myndir hérna ef að það getur rúlað, það eru komið skemmtilegt fólk úr hljómlistafélaginu og raddfagrir borgfyrringar og stytt ykkur stundir. Vartu ekki vel í það? Aldeilis glæsilegt og fengum, þetta var rúmlega 10 manns frá hljómlistafélaginu sem komu hérna í garðinn hjá okkur og bjartur og fallegu dagur þá hann væri napur og ég vorkenndi nú þeim sem voru að spila á hljóðfæri en ég heldur sér allir múin að telja puttana þannig að þeir eru allir 10 ennþá en frábært að fá svona heimsókn og mitt fólk þó að kannski kemist ekki allt út á svalir en þá var það í sínu herbergi út í glugga og annað slíkt þannig að það tóku sér upp mörg gömul bros í dag og mjög skemmtilegt en síðan náttúrulega líka að þessi heimsókn tónlistafélaginu hljómlistafélaginu ég nefndi þess að gjöf frá kvenfélagi Hálsasveitar og síðan fekk ég tölvupóst í gær frá 2 kvenfélagum, kvenfélagi Stafástungna og kvenfélagi í Hvítasíðu og hvort sig ætlar að gefa heimilinu sitt hvora súrefnisvélina þannig að kvenfélagin þau standa heldur betur við bakið á okkur þessa dagana eins og svo margir aðrir hlýhugurinn og samfélaginu hefur verið með eindæmum. Ég held að það kemur í ljós gildi þriðja geirans á svona stundum og ég hef lengi verið áhugað með kvenfélagana. Þetta eru stórkostleg félög. Við getum tekið korter í það seinna að ræða. Stórkostleg félög. Ég held að kvenfélagin ætti skilja miklu meira en korter sko, ef út í það væri farið. Eigum náttúrulega heiðurinn að stofnun Brákarhlíðar á sínum tíma fyrir bráðum 50 árum. Þannig þessir félagskapur er á allar þakkir skildar. Merkileg saga íslenskra kvenfélaga. Takk að þið fyrir, við ætlum að vinda okkur í næsta lag. Við ætlum að fá hana Sigþóru til þess að spila fyrir okkur annað lag. Þetta er minn allra uppáhalds íslenski sálmur og vinsælasti örugglega. Hann er spilaði við gleði og sorgartilefni. Í dag ætlum við að spila hann í nafni Samstöðu. Sigþóra með lagið Heyr himna smiður. Þakka þér fyrir komuna Bjarki og við biðjum fyrir bestu kveðju á starfsfólk Brákarhlíðar og heimilisfólks. Kæra þakkir og gangi ykkur vel með þetta verkefni ykkar. Takk. Heyr himna smiður, hver skaldið biður, komi mjög til mín miskunnin þín, því heit ég á þig, þú hefur skaptan mig, ég þrællinn þinn, þú ert drottinn minn, Guð heit ég á þig, að græðir mig, minnst mildingur mín, mest þurfum þín, rið þú rauðlakramur, ríklindur og framur, alls hverri sorg úr hjarta borg, gæt mildingur mín, mest þurfum þín, helst hverja stund á haldagrund, set meyjar mögur, málsefni fögur, öll hjálp
Takk fyrir það, Sigþóra. Þetta var fallegt. Til okkar mættur næsti gestur. Það Haukur Valsson. Hann ber ýmsa titla. Velkomin, Haukur. Þakka þér fyrir. Þú ert varaformaður Vesturlandsdeildar Rauða krossins, ert í almannavarnanefnd Borgarfjarðar og Dala og situr þessa stundina í aðgerðastjórn Vesturlands. Svona fyrir okkur aðeins til þess að fá útskýringu á hvað þetta allt saman. Við byrjum á þessu aðgerðastjórn. Hvert hlutverk hennar? Já, aðgerðastjórn þetta einn þáttur innan SABF, almannavarnakerfisins, sem SABF stendur fyrir stjórnun, ábyrgð, bjargir og framkvæmd. Og samhæfingarstöðin, aðgerðastjórn virkjuð þegar stóri viðburðir. Þetta almannavarnarstig virkjað. Og þú situr þar fyrir hönd? Ég fyrir hönd Rauða krossins og það eru fulltrúar frá lögreglunni. Lögreglustjórinn formaður aðgerðastjórnar og kallar hana saman. Og það eru yfirmenn frá lögreglunni líka. Og ég heldur síðan í 4 þaðan frá lögreglustjóranum og síðan það frá Rauða krossinum, frá björgunarsveitunum, frá slökkviliðunum, slökkviliðsstjórar yfirleitt í þessu og sveitarfélögunum. En það lögreglustjóri sem ákveður hvað kallað til af aðgerðastjórn og í þessu tilfellum sem við erum búin að vera í núna í COVID-19 þá það frá lögreglunni, Rauða krossinum og heilbrigðisstofnunin, gleymdi því, þær eru líka með sína fulltrúa í aðgerðastjórn. Og sér þessi stjórnum að deila út verkefnum eða að samhæfa með það? Þetta meira að samhæfa og afla eða samstilla bjargir má segja líka. Eftir hvað þarf að þeim. Já, og þú situr þetta fyrir Rauða krossin. Hvert ykkar hlutverk í þessu? Já, ég í aðgerðastjórn fyrir Rauða krossin hérna á Vesturlandi. Það eru 5 deildir hérna á Vesturlandi. Það Akranesdeildin og það Vesturlandsdeildin sem næri yfir Borgarfjörð og Stykkishólm. Síðan Búðardalur, Grundarfjörður og Snæfellsbæ. Og ég fyrir þessa deildi eða fyrir Rauða krossin í aðgerðastjórn og tengiliður þá við formenn deildana, miðla upplýsingum út í deildirnar og hlutverk Rauða krossins í COVID-19 dæminu, það að félagastuðningurinn og aðstoð við einstaklingar sem get ekki komist í verslanir sjálfur, það að koma aðföngum frá verslunum og til þolenda sem þá annarkvort í sóttkví, varnarsóttkví eða í einangrun. Og við erum búin að fara núna í 2 útköll hérna, deildin hérna í Borgarnesi, að fara með vörur úr Nettó og til íbúa upp í sveit. Og hvernig eru þið mönnuð? Mikið að sjálfboðaliðum á þessu svæði? Já, við erum nokkuð vel stödd hérna í Borgarnesi. Það í fyrra, 2019, þá komu á laggirnar viðbragðsteymi Rauða krossins sem 18, voru held í 18 einstaklingar í því og það alltaf 2 af þeim á vakt allan sólarhringinn. Þannig það tilbúin vakt þar alltaf sem hægt að kalla út. Og svo hægt að senda boð líka á bara allt teymið í einu. En fyrir utan þessa 18 þá voru, ég tók saman daginn fyrir aðalfundin, minnir að það verið 25, eða milli 25 og 30 einstaklingar sem sem fjöldahjálparstjórar og á útkastlista hjá Neyðarlínunni líka. Og þegar þetta var komið í gang núna var búið að greina smitt hér og fólk komið í sóttkví að þá var ljóst að það kæmi til einhverja útkalla og þá sendum við póst á fjöldahjálparstjórana eða á alla sjálfboðaliða Rauða krossins og það 20 manna hópur sem tilbúin til að sinna þessu verkefni núna. Og róðurinn gæti farið að þyngjast á næstunni? Hann gæti farið að þyngjast, já. Þetta byrja og þetta aðeins að byrja í Stykkishólmi líka á því svæði. Og þar eitthvað aðeins minni hópur þar en það samt
hefur ekki verið neinn vandræði ennþá allavega. Og ég hef verið í góðum sambandi við formenn allra deildana hérna og það eru alla deildirna farnir að skipuleggja í samvinnu við sveitarfélögin, við félagsþjónustu sveitarfélagana. Og komið á samstarf þar og það er hægt að leita bæði til félagsþjónustu sveitarfélagana á skrifstofunum þar og eins í hjálparsíman 1717. Og ég vil nota tækifæri og benda fólki á þann möguleika. 1717, það er númer á landsvísu, hvar á landinu sem fólk það er 1717 virkar vel fyrir það og opið allar sólarhringinn. Hvernig fólk til að setja það í minni? Ef fólk hefur áhuga að leggja ykkur lið, hvað getur það gert? Það er alltaf hægt að gera það er hægt að gera sjálfboðaliði. Til þess að verða sjálfboðaliði þá þarf að hafa samband við einhverja deildina hér á svæðinu og það er þegar fólk gerir sjálfboðaliðar þá skrifar það undir sjálfboðaliða samning og það er til þess að það er allir tryggðir, allir sem sjálfboðaliðar skrifa undir sjálfboðaliða samning og þar með eru tryggðir í öllum útköllum og allri vinnu fyrir Rauða krossin. Og við vorum einmitt að benda fólki líka, hér var nú settur á fót svona einstaklingar sem koma á hóp og voru tilbúin til að aðstoða fólk, það er bara mjög gott. En það er eitt að benda þegar fólki á að það er kannski á sínum vegum og sinni ábyrgð. En þegar það er búið að gera sjálfboðaliðar, og skrifandi sjálfboðaliða samning, þá eru menn orðnir tryggðir í þessar útköllum og þessar vinnum. Takk fyrir það, Haukur. Það er gott að vita og þið sem heimasitjið, endilega þið vilja þetta gott að eitthvað leiða, gangið til liðs við Rauða krossin. En ég ætla að enda því að bjóða þér í bíó og ykkur sem heimasitjið, viljum félagar í Kvikmyndafélagi Borgarfjarðar og Sigþóra Óðins, tónlistarkona sem við sáum hérna áðan, ætlum í samstarfi að hafa bílabíó uppi við Reiðhöllina á mánudaginn næsta. Það kostar ekkert inn en við hvetjum alla sem mæta til þess að styrkja Rauða krossin. Það verða upplýsingar á staðnum þetta allt saman og í Facebook viðburðum sem við munum senda út. Endilega mætið í bíó, öll leyfi eru klár, við megum þetta, en við þurfum að hafa okkur rétt, allar upplýsingar og það í viðburðunum líka. Við sjáumst, við ætlum að enda á Orrasvein, hinum indæla, hann ætlar að spila fyrir okkur eitt lag, konan sem kyndir ofni minn. Þakka ykkur sem horfðu og þakka þér. Þakka kærlega fyrir. Og bara takk fyrir að fá að koma eitthvað og kynna þetta. Ég finn það gegnum svefnin að einhver læðist inn með eldhúslampann sinn og veit að það er konan sem kyndir ofninn minn. Sem út með ösku fer og eldast bónum ber og yljar upp hjá mér. Læðist út úr stofunni og loka eftir sér. Ég veit að hún á sorgir en segir aldrei nei þótt sé hún dauð af þig. Hendur hennar sótugar og hárið illa grey. Hún fer af engu óð, öllum mönnum góð og vinnur versin hjó. Sumir skrif í öskuna öll sín bestu ljóð. Ég veit að þessi kona vina fá og snau að veraldlegum að launin sem hún fær last og daglegt brauð. En oftast það sá sem allir kvelja og smá, sem mest af mildi á. Fáir njóta eldana sem fyrstir kveikja þá.
Fáir njóta eldana sem fyrstir kveikja þá.